Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, mikið rétt, sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, þá erum við komin yfir í kraftliftingar en það er mikið búið að ganga í kraftliftingum upp á síðkastið. Það er náttúrulega Evrópumeistaramótið í fullum gangi núna á Malaga og Spáni, svo náttúrulega Íslandsmeistaramótið núna á dögunum og já, það er endalaust að keppnum. En á línuna er kominn hann Grétar Skúli Gunnarsson, formaður stærsta kraftliftingafélag landsins hjá Kraftliftingafélagi Akureyrar. Heill og sæll félagi. Blessaður. Hvernig hefurðu það? Bara heldur gott. Já, það er nú heldur betur búið að vera mikið að vera eða ekki hjá ykkur í Kraftliftingafélaginu upp á síðkastið? Það er alltaf nóg að vera. Já, og það er náttúrulega bara búið að vera mót eftir mót núna upp á síðkastið? Já, síðan ár. Já. Nákvæmlega. Það er nóg að gera. En nú er náttúrulega í gangi já, það sem að Evrópumeistaramótið er í gangi og já, við eigum þó nokkra flotta keppendur þar eða ekki? Jú, heldur betur. Já. Þetta er bara stærsti hópur sem er farið frá sambandinu í bara 20 ára eða 30 ár. Já, einmitt. Hvað skapar þess að þessi frábæri árangur sem er búin að vera í gangi og uppgangur í kraftliftingu núna já, síðustu 2-3 árin, það er hvert metið á fætur öðru, við erum að eignast meistara og hinum að þessum stórmótum. Hvað er svona bakveit allt saman? Akkur erum við að verða svona ansi öflug? Já, það er þetta útskýrað á marga átt, sko. En ég hugsa besta leiðin er bara vilji. Það er bara mikið af fólki sem langar til þess að ná árangur í þessu og það er ákveðin hefð sem er að vera að reyna við alltaf. Já, Já, og þið fyrir norðan, þið eru það ekki já, stærsta kraftliftingafélagið? Jú, ég hugsa það, sko. Hvað? Við erum orðið fjölgunarfélag í dag, sko. Þannig að það er kannski ekki alveg þetta, þannig að það er ekki bara kraftliftingar í dag. Nei, já. Þannig að þið eru að stunda hérna ýmsu líka bara. Já, við erum með ólympískar og frjálsar og klifur og eitthvað svona. Já. Afræðis íþróttir. Þannig að það er nóg að snúast hjá ykkur. Já, við erum alltaf að reyna að bæta ykkur og reyna að bæta okkur, sko. En núna er mótið í fullum gangi og já, hvernig er árangur Íslendinga búin að vera svona núna helgina? Mótið byrjaði bara í dag, sko. Já, í dag meina ég, já, afsakið. Já, þannig að Sóli keppti áðan. Þetta er svona fyrsta alþjóðlega meistaramóti sem hún keppir á, sko. Þannig að það gekk bara fínt. Þetta var bara mjög fínt hjá henni. Hún, Sóli Jónsdóttir, hún er það ekki ansi ung? Jú, hún er 15 ára. Já. Og hún varð Evrópumeistari undir 18 núna bara áðan, sko. Já, ok. Þannig að var það eitthvað sem að við mátti búast? Já, maður veit þetta svona yfirleitt hvernig þetta fer fram, sko. Já, mitt. Það er volítið að tilviljunum svona í þessu sporti, þannig að vil ég ekki hafa þannig, sko. Nei, nákvæmlega. En já, hún náttúrulega hóf keppni í dag og endaði sem Evrópumeistari 18. Það er náttúrulega, já, þið vissu það fyrirfram, en hvernig er svona eins og undirbúningur? Nú er hún náttúrulega mjög ung og það þarf eða ekki virkilega passa upp á, eða ekki svona unga og etnilega upp á bara líkansbeitingu og já, íþróttamanni sjálfan? Jú, ég hugsa að það er alltaf verið svona krakkaræðu heldur en fullorðnir, sko. Og mikið bara almennu þáttu sem maður þarf að byggja upp og breyta á aðra svo það getur tekið þátt í svona umhverfi, sko, en þegar upp í stendur þá er þetta bara svipað, sko. Já, nákvæmlega. Var ekki já, svo er ein önnur að keppa Kara Gautadóttir í mínus 57 kíló. Já, hún er að keppa núna bara í fyrramúli. Já, einmitt. Þannig að, veistu eitthvað hvernig svona, já, henni minni ganga, svona? Já, við erum að stefna bætinga, sko. Við erum að lítið að spá svona sæti og svona, þannig séð. Við erum aðalega bara að fá reynsluna og reyna að stimpla sig þannig inn í þessi stærri mót, sko. Já, það er náttúrulega í kraftliftingum, þetta er náttúrulega svo stórt sport og, já, er þetta ekki eitthvað svona hálfgjör stíð sem þú þarft að klífa upp á styrkleikalista upp á að ná betri árangri þannig að þú þarft að keppa á ansi mörgum svona alþjóðlegu mótum, ekki satt? Já, það er líka bara reynsla, sko. Þetta er svo ótrúlega snúið að kunna all triksin til að geta haldið sér góðum á keppnisdögum eftir langferðalög
og geta staðist undir pressunni, sko. Það er rosalega pressa fyrir marga keppa og svona mótum, sko. Já, nákvæmlega. En þess að reynum við að keppa bara sem mest, sko, því að ef maður æfir sig mikið á minna mótum, þá er stóru mótum, þá verður það minna mál, sko. Þannig að þetta er svona mikið andlegt eða ekki svona móti? Jú, mjög mikið, sko. En þetta er orðið svo mikið rútínu hjá okkur og þessi krakkar sem eru að fara núna, eru flestir vanið að keppa bara nánast í hverju mánuði, sko. Þannig að þetta er ekkert eitthvað sem er mjög óalgengt, hefur verið mjög óalgengt í kraftlíkum á Íslandi, sko. En það er svona kerfi sem við höfum verið að keyra á Akureyri, sko. Og bara mikið á litlum mótum og mikið æfingum, sko. Bara til að æfa sig að fara í þetta og þá er þetta ekkert mál á stóra deginu, sko. Svo er hann, Guðfinnur Snær Magnússon, hann mun keppi pluss 120 kíló flokki úlinga. Hvað er hann ungur? Hann er 97, þá er hann 20 þessu ári, held ég. Já. Og er hann búinn að vera lengi í sportinu, veistu það? Já, ég er bara mann eftir hann sem hann bara 13 ára eða eitthvað, þannig að hann er búinn að vera 7 ára eða eitthvað. Okkur. Þannig að þetta er svona flesti krakkar, sami Köru, hún keppti fyrst hjá mig þegar hann var 13 og hún er 96 eða eitthvað, þannig að þetta er yfirleitt krakkar sem er búinn að vera í kringum þetta lengi, sko, en það síðan ár þá hefur verið svona meiri kraftur í að halda miklu betur þetta og búa til einmitt tækifæri fyrir það sem hafa mikið áhuga á því að geta gestadarmunilega, sko. Nákvæmlega. Þannig að maður er að sjá góð uppskýri núna og maður er alltaf að finna nýja og sterka og fleiri sem eru bara búin að vera eitthvað í smá tíma sem hefur líka að vilja þroska það betur, sko. Svo eru Hulda B. Vage, hún keppir í mínus 84 kíló flokki. Hvaðan er hún og veistu eitthvað aldrei? Hún er á Laugardalnum, sko, en hún flutti til Akureyrar til að æfa nokkuð, sko, 2012 og hún er einmitt bara í þessu langtíma uppbyggingu, sko. Þetta er fyrsta svona alveg stórmóti hennar. Þannig að hún er kannski bara, hún er bara að taka sín fyrst skref í þessu en hún er svona eina af þessu svona bestu í dag, sko. Já. Svo er hún Árdís Ósk Steinarsdóttir, hún keppir í pluss 84 kíló flokki. Já. Hvernig er hún? Hún er ótrúlega, sko. Já. Hún skal að gera svo flott af því. Þetta væri bara eitthvað létt mót fyrir hana, sko. Hún meiddi sig hana í fyrra en þetta verður svona fyrsta mótið hann eftir það, sko. En hún er eftir að hún er mest talent sem ég er með, sko. En Viktor Samuelsson, hann mun keppi í mínus 120 kíló flokknum. Já. Viktor er að keppa og Júlían á laugardeginum. Já. Viktor er bara fara að taka eitthvað smá bætingar og ég held að Júlían ætli bara að taka léttmót. Hann er að keppa heimsleikunum núna í sumar, sko. Já, Júlían sem er svona stærsta kraftlingamóti í seninu, sko. Júlían er það ekki, það er bara undra maður í kraftlyftingum. Já, hann er góður í kraftlingu, sko. En Viktor er ekkert síðri, sko. Þeir eru bara mjög svipaðar stíðum, sko. Já. En nú er búin að, eins og ert búin að koma inn á, það er mót eftir nót, hvernig er svona, eftir Evrópumeistaramótið, hvað er svona framundan hjá ykkur? Það er uppbygging í sumar, alveg frekar mikil, sko. Já. Og við erum að spá svona hvað eigum að gera haust, við erum með einhver mót í siktinu og við ætlum að taka náttúrulega öll svona innanlandsmótin og rúla þeim upp en við erum að spá í Norrlandamótinu haust í september. Ég hugsa að það var mjög stórt lið þangað frá Íslandi, sko, örgulega 15 krakkar eða eitthvað, sko. Já. En þetta er svona þessi þróun að það er mikil vilja að reyna að búa til ekki bara afreiksmenn, heldur við afreiksliði, sko. Að vera með marga mjög góða lyftingamenn og það er svona það sem leikurinn snýst inn úti, því að það er ekkert mál að búa til einn góðan íþróttamann en það er mjög snúið hvernig maður á að geta gert stóran hópa, sko. Og það er eitthvað sem við erum að reyna að leggja fyrir okkur í þessu kraftlinga heimi, sko, og það er svona þess að við erum að reyna að þróa, sko. Við reyna að bjóða fleiri upp á að keppa mótunum og reyna að búa til fleiri tækifæri og allt þetta, sko, og síðan safna þetta upp. Og í dag, það hefur aldrei verið svona mikil stemming í kringu kraftlingar, held ég, á Íslandi. Þannig að þetta er bara alltaf að vaksa og tafna og maður bara halda áfram
að vinna í þessu. Kemur þetta bara. Og já, Íslendingarnir eru heldur betur búin að vekja athygli erlendis á þessum mótum. Það maður heyrði utan á sér að menn eru hissa á þessum árangri hjá þessu litlu þjóð í kraftlyftingum. Já, Íslandi hefur nú alltaf verið svona legendur í kraftlyftingu þjóð, sko. Þetta er bara nýlega sem við erum loksins farin að geta staðað eitthvað í þessu aftur, sko. Og ég, það sem okkur finnst afrek í dag, þetta verður bara eitthvað grín eftir nokkur ár, sko. Þessi sportið og standardin er að hækka svo ótrúlega hratt og það er svo mikið vilji og bakvið allt sem hún er að byggja þetta upp, þannig að ég held að fólk getur bara að vera þóramót, sko. Það sem okkur finnst gott í dag verður bara ómerkilegt á morgun, sko. Og já, það er náttúrulega í kringum þetta allt saman, það fylgir náttúrulega væntanlega mikil kostnaður, en það er afreksfólki okkar, það er náttúrulega búið að auka aðeins styrkin eða ekki í afreksfólki okkar í kraftlyftingum, en mætti vera meira eða ekki? Nei, þetta er bara, ég held að það sé bara alltaf jafnóðum að hækka, sko. Já, náttúrulega. En það er mitt bara að vera skynsamur í kringum þetta og vera ekkert eitthvað að eyða henni í eitthvað rugl, sko. Og það, ég held að það sé miklu skynsamlega heldur en að vera eitthvað að reyna að skopla ofan í þetta lið, sko. Þetta á ekkert að vera óöðvöld, sko. Nei, nákvæmlega. En aðeins að þér sjálfum, þú ert búin að vera viðlógin eða ekki kraftlyftingum í daggóðan tíma? Já, ég er svona primus motus allavega fyrir norðan, sko. Já. Þannig að ég er svona búin að vera í þessu nokkur ár. Og hvernig Þetta er bara það sem ég geri. Já, og hvernig er það búið að koma á óvart? Hvað eru búið að vera að fjölga í iðkendum og afreksfólki hérna á landinu? Nei, ég ekki, sko. Nei. Ég held að það sé mest fyrir norðan, sko, en það er bara skýst bara að vinna, sko. Það er rosalega tími og vinna sem eru búið að setja í að byggja þetta upp á landinu og náttúrulega við byrjuðum á þeim stað sem að þessi félögin í dag eru á í dag, en við þurfum alltaf að reyna að leiða þetta eitthvað, sko. Nákvæmlega. Grétar Skúli Gunnarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, bara áfram Ísland, gangi ykkur sem allra best. Já, húha. Takk fyrir. Húha, já. Já, Grétar Skúli Gunnarsson, formaður hjá Kraftlyftingasambandi Akureyrar, Kraftlyftingafélag Akureyrar afsakið. Það er náttúrulega hægt að kynna sér starfsemina hjá þeim inn á kfa.is og svo er náttúrulega allar helstu fréttir inn á kraft.is hjá Kraftlyftingasambandi Íslands. En við munum að fylgja þeim eftir og það er hægt að fylgjast með keppendunum okkar úti. En við ætlum núna næsta að fara í NBA-körfuboltan og það er hann Baldur Beck sem er á línunni innan skamms, farið ekki langt.